Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Þáttur dagsins í boði Spírunar, en ég get auðveldlega sagt að Spíran sé minn uppáhalds veitingastæður. Þar færðu góðan, hollan og næringaríkan mat, gerðan frá grunni og engin aukaefni. Uppáhald fjölskyldunar á föstudagskvöldum að panta takeaway frá Spírunni en þá naut og bernes í boði. Velútlátið, hrikalega gott og allir sáttir. Hjá mér í dag hún Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, en hún klínískur sálfræðingur með doktor í lýðheilsu og starfar sem sviðsstjóri hjá embætti landlæknis. Ég búin að bíða lengi spennt eftir að fá þig í viðtal. Vertu hjartanlega velkomin. Bara takk hérlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Þú hefur sérhæft í hamingju rannsóknum, það ekki rétt? Jú, það má eiginlega segja það, svona hamingju og velsæld. Hamingju og velsæld. Já, og hvernig endaði það? Já, það svona bara góð, það var ekkit svona beinlega því. Ég var á eðlisfræðibraut á leiðin í verkfræði þegar að mamma mín spurði mig, ég var svona stúdentsprófinu hvort held ég hamingjusum ef að ég ekki með fólki. Og ég vissi alveg, ég var ekkert að fara í verkfræði. Það var svona eitthvað, það mótaði mig svolítið að ég bara svona, mér var skaman að starfa og þá yrði ég að gera eitthvað með það. Og ég nú líka eitthvað svona, hefur skoðað eftir og líklega mótaðum svolítið að það voru svo að fá stelpur þá í verkfræði og við þurftum nú að fara og sína að við gætum þetta nú líka. Þannig svo svona kannski læri maður og að hlusta kannski meira á sjálfan sig og bara hvað það sem að mig langar að gera. Og ég tók mér svona smá krókarlegar að finna það og fór aðeins ná Erlendis og skoðaði og ég fór í klaustur í 3 mánuði Suður Frakklandi að velta fyrir mig hvað maður langaði að gera við lífið. En áhugavert. Já, það var mjög áhugavert. Hvernig, hvað fannst þér að fá út úr því? Það var algjör perla, Ég var þarna í nokkra mánuði eftir ég kláraði stúdent og eftir að taka svona eitthvað svona, já, þetta var á svona þessu hlé ári mínu eftir stúdent og þá hugsaði mér langaði til þess að vera bara ein með sjálfur mér og reyna að kynast sjálfur mér betur og vita hvað maður langaði að gera svona við lífið framöndan. Og hvað það þroskað svona tvítug. Já, mér finnst það líka að ég hugsa, þetta var þetta í útskrifast 94, við vorum endurskóla á Hamrahlíð. Já. Og bara finna ég svona tímamótum og mér langaði að skoða heiminn og mér langaði líka að læra frönsku, þannig að vera þarna í klaustur í Frakklandi, slegið svona 2 flugur í einu höggi og ég var búin að vera sunnudagsskólakennari lengi og ég var svolítið að hugsa að vera prestur. Og það var svolítið svona en ég fann að það sem ég langaði að gera þarna eftir þetta var, mér langaði að hjálpa fólki að njóta lífsins. Já. Og ég held kannski, bara þá svona fólk verið ekki, á þeim tíma kannski ekki þetta, hvert fer fólk, svona, hvar getur maður hjálpa fólki í svona, það sem maður kallar einhver svona, bara svona daglegum áskorun, ekki endilega, við erum ekki svona veikindi heldur, og það sem, fólk kemur svo mikið í kirkjuna, og það kemur þangað þegar það að skýra og ferma, og ef það einhver sem að deyr, þá þarna þannig að þarna getur maður verið með fólki og hjálpa þeim svona gegnum einhver áföll. Þannig ég var svona svolítið að spáði það. Þannig að það svona var ég búin svona, ég nótlega að fara í klaustur og spá svona hvort að þetta sé nú það sem ég vil og þú spurði mig, hvað lærði þar? Ég lærði mjög margt og líka bara á sjálfa mig. Og já, kannski það var svolítið fyndið, þetta var ég útskrifast 94 og ég bjó eina á þessum tíma og ég var ekki einu sem með sjónvarp og ég með svona, valla tölfur og náttúrulega engi snjallsímar því ég var með svona línusíma, en mér fannst ég samt þurfa meiri frið, ég hugsaði mig hvernig ég fyrir unga fólki í dag. Ég væri svo félagslynd, ég var alltaf svo mikið samt í kringum fólk að ég þyrfti svona að ég hefði gott að fara á stað og vera bara ein með sjálfur mér og vera í svona hlutlausu umhverfi, fannst líka ótrúlega forvitnilegt af hverju fara konur í klaustur. Akkurat. Og ég var aldrei að hugsa að gangi í klaustur, ég var bara forvitin og langaði þess að kynnast þess og ég þurfti að skrifa bréf og ég sagði bara frá því að draumurinn minn í lífinu væri að verða móðir og eitthvað, ég var ekki að óska gangi í klaustur. En eitt sem lærið, það var eitt linda mjög fyndið, ég var bara í mínum fötum líka eitthvað svona svolítið litskruðan fataskap eftir MH og mæti konu sem bara, þarna einnig nunnun, hún var bara skelli hlæja
hún sér mig í einhverjum litringum fötum og ég bara fyrst verð svona ótrúlega vákað þetta óviðandi en áttaði mig á því að hún var ekkit búin að þetta var bara rosalega einlægt henni var svo gaman að sjá svona mikið að litum það var svo mikið að velta fyrir mér svona viðbröðum mínum og svo til dæmis leiði mér mismunandi suma dagana, voru allir dagarnir eins þá það með þú veist kannski ekki alltaf verið að hlæja mér en þú veist bara þá fann ég bara að stundum leiði mér stundum væri svolítið leið stundum væri bara ótrúlega glöð þó að allir dagar veri eins og það kendi mér svolítið að vera ekki alltaf að leita einhverjum skýringum út af við að það væri eitthvað öðrum að kenna einhverju öðru að við bara sveiflumst svolítið Akkurat. Og bara ég sveiflast, ég fyrir upp og niður og það allt í lagi það var rosalega gott og svo bara einmitt fann ég líka mér langaði eitthvað að láta gott að mér leiða veist, það var eitthvað svona, mér langaði að einmitt eins og ég segja, að hjálpa fólkinu út af lífsins fyrir eitthvað svona að skoða guðfræðina og ég meiri þess að byrja þar en finna ég var ekkert að læra þar beint þú veist, hvernig maður veist, eitthvað svona tilfinningarlíf og hvernig maður hjálpar fólki það er bara einhver eitt kurs þannig að þá leiði mig yfir í sálfræðina og ég byrja í sálfræði og ég verð líka fyrir smá vonbrigðum þegar ég klára sálfræðina þá fannst mér ekkert hafa lært mikið það hvernig maður hjálpar fólki að njóta lífsins Nei, ég bara meir kenningar og já, og kannski, þú veist, sjúkdóma og eitthvað slúst þannig að ég bara pínu svegt og bara heyrði ég ætla bara að fara og fá mér einhverja vinnu og ég ætla bara í MBA eða eitthvað, ég þarf bara svona einhverja, var svona aðeins svona að finn bara að þú veist, ég er ekki með einn verkfærð þarna, þú veist, þess að. En svo fer ég vinn og ég var svona pínu, ég var að reyna að fara svona frá einhver svona geð en mér byggðist eða starf sem verkefnastjóri hjá geðrækt. Og ég bara, já, ég verkefnastjóri, það bara nýtist mér, það er starfsreynsla sem að hjálpa mér þá bara komast í námi sem ég langar í. En svo þegar ég kem þar, þá verið svona að byrja að vinna það Elín Ebba og hann Héðinn að þau vilja gera geðorðin 10. Akkurat. Og sem er á ískapnum. Já, sem er á ískapnum. Og svo segði, heyrðu, við viljum þetta byggja á rannsóknum og Dóra, þú varst að klára sálfræði. Hvað segja rannsóknur það hvað enginn fólk sem líður vel og gengur vel? Og það var einmitt kannski það bara, ég lærði ekkert það. Já. En ég kann að leita rannsóknum, ég kann að leita og ég bara fór á stað og þetta var kveikjan að mínum hamingju rannsóknar ferli að ég bara fer og sé þetta er fullt af rannsóknum hamingju og velíðan og hvað er það sem enginn fólk sem líður vel og gengur vel en þó að ég hef ekki lært neitt það í sálfræðinni milli 97 og 2000 sko og ég bara gjörsamlega að detti það sem að kollega mínir í ákværi sálfræði kalla flow, bara það er einhver flæði og ég bara gleymist það og stundum mér svo skemmtilegt, þú veist, ég bara týni mér og mér finnst það ótrúlega áhugavert og svo bara fer maður með líka að kynna sér að Ísland hefur alltaf verið eitt af hamingjusumustu löndum í heimi í svona rannsóknum og svo fer bara hvar eru gögnin og hver eru búin að greina þau fyrir Ísland, þá var enginn búin að gera það en ég bara þessi gögn er í félagsvísindastofnun og þarna fyrir kennarinn minn sem var vinni á félagsvísindastofnun og ég bara fer á samband við hann og er ekki svo gögn ekki til? Jú og ég bara er enginn búin að greina, nei má ég fá þau? Já, komdu bara, ég skal setja þetta á disk fyrir þig og þetta var svona geisladiskur sem að við og svo bara tekið þessi gögn og ég byrja bara að skoða þetta og þá svona kviknaði áhugin minn, þú veist, samt einhvern veginn og sálfræði aftur og í gegnum svona, þú veist, geðræktina sem er samt svolítið lýðhelsa, það er svona kviknar áhugi bæði svona á lýðhelsunni og sálfræðinni og ég kynnast þessu bara svona hvernig efli maður geðhilsu og skoðar þú veist það sem að gengur vel og hvernig jákvæða geðhilsu og hvernig mælu við hana og ég fer einhver svoleiðis ráðstöfnur og svo bara svona, heyrðu, hvað eru samt sálfræðingar? Ég er nú með sálfræðingar, eru sálfræðingar ekki að pæla hvað í þessu líka? Og það bara, heyrðu, jú, það er jákvæða sálfræði. Og þá fer ég fyrir svona aðeins að skoða það og bara dett mér fljótt inn í það, bara mjög snemma, bara þegar það er svona svolítið bara að vera að móta þessa jákvæða sálfræði. Og þegar ég halda svona lítil svona summit og bjóð, þú veist það er svona bara nokkur undir mann svona stutt og maður náður rosalega góðum tengingum bara þarna strax við fólki sem var svona fremst í þessari jákvæðu sálfræði og og þegar ég með sko maðurinn minn ákveður að vilja fara í framhaldsnám í klíniskri sálfræði þá ákveði samt bara að fyrir til Danmörku og ég bara heyrði ég bara fer líka rosalega praktist, það var ekki komin eitt nám í jákvæðu sálfræði ég gerði það bara líka en fekk að skrifa í mínu lokaverk meistara að skoðum áhrif þetta hamingju tek þá þessi gögn svona svolítið lengra og er ekki bara skoðu heldur vinn þau í mastersrannsóknum og þá finn ég kannski svolítið að það er svo margt sem komir óvart bara þarna eitthvað sérstakt sko fyrst þegar ég er bara að skoða hamingjurannsóknum sem virkilega kveikti áhugan minn
var bara að skoða að fyrstu rannsókn sem voru gerða þarna alveg 1960, þar voru með svona tilgátur það að fólk sem hefði átt þægilegasta lífi væri hamingjusamast. Og og svo tilgáta bara kolfjall og það kemur bara ljós að ef við skoðum það sem hamingjusamast það var allir lent í einhverju áfalli, einhverjum erfileikum. Og við vitum það að áfallu erfileikar gera okkur ekki hamingjusöm, heldur það sem áttu samheld að þau hefði tekist á við þetta mótlætt og uppbyggilegan hátt. Akkurat. Og það fannst mér, þetta svo magnað og þetta þurfum að vita og þetta þurfum við bara einhvern veginn að kenna. Og einhvern veginn tengi svo innan kjarnheiminn mér langaði svo hjálpa fólki gegnum, maður svona finnur stundir fólk festist í einhver svona smá hindrun, vantar bara aðeins að komast yfir hann til þess að geta notið lífsins betur. Akkurat. Og svo fer ég sko íslensku gögnin og og þarna við erum að núti 2004-2006, við erum að koma heim og þá er bara rosalega áhersla á, þú veist, bara efnahagslegan vöxt og laun og allt svona í mann. Við erum að koma heim í ágúst og það bara tekjublaði, bara allir hvað er með mikið, þú veist, þessi sem að mér með þannig að hann er bara komið svona tekjur og það er bara eitthvað svona aðal. Og ég er nýbúin að greina þessu gögn og búin að skoða bara og meira þess að, heyrðu, getur þetta verið að reyna að skoða hvað tekjur spá mikið fyrir hamingju. Og ég fer oft þegar með fyrirlestra og svona þá spyr ég, svona vinnustu, hvað haldið þið að tekjur spáu mikið fyrir hamingju Íslendinga? Og ég fær bara svona 30%, 50%, 70% eitthvað, en þetta er 1%. Vá, þannig að peningar kaupa ekki hamingju. Peningar kaupa ekki hamingju. Og það er oft spurt að kaupa peningar hamingju. Besta svari við því aðeins ef þú verð þeim eða eyðir þeim í aðra. Af því að þátturinn sem skiptir mestu máli fyrir hamingju eru félagslegu tengslin. Og þá fannst mér eitthvað svo sorglegt að vera að horfa upp, fólk er að vinna meira og meira til þess að fá meiri peninga, en í rauninni á kostnað þess þá geta ræktað góðu tengslin sem er aðal þátturinn fyrir hamingju, þannig að við erum ekki að fjárfesta í hamingjun okkar. Nei. Og mér finnst þetta mjög áhugavert bæði frá svona einstaklingnum og bara okkur bara, og svo finnst mér þetta líka og þú svo verði í lýðheilsuna að þú veist, af hverju erum við með svona mikinn fókus alltaf á þessa hagfræðilegu þætti og það er það því að við erum, þú veist, bara það sem við mælum, það fær fókus og vex og ég bara fer að skoða þetta og það sem að dreif mig áfram, ég vil fara í doktor sem ég langar að finna einhverja mælikvarðar sem eru betri, sem hjálpa okkur að fókusa eitthvað sem skiptir máli. Og það er það sem ég fór að gera og ég fer út til Cambridge og vinn með alveg dásamlegri konu sem að okkur tengt svona lýðheilsu og sálfræði saman, var yfir Wellbeing Institute Cambridge Háskóla Felicia Huppert sem er bara minn mentor og dásamleg vinkona sko. Og hún við erum að skoða þetta saman og svo bara er henni gerist, þegar ég fer út þá kemur hruni líka og þá gáttum við svona verið að skoða fyrir og eftir hrun og hvernig það var þá, þetta er náttúrulega bara einhver svona tilraun og aðstæður, tökum þess að eigi og prófum bara rústa efnahagnum og aðtöng áhrif það hefur. Hvort þú verið enda í efnahamingisum eða ekki. Og og við heldum náttúrulega myndi að hafa einhver áhrif og byrjum að skoða fullorna, þetta er svona aðeins í hamingju og það sem kom mest óvart er fyrir skólingana að hamingja þeirra, hún eykst eftir efnahagshrunið. Foreldrar meira heima eða hvað? Það var nefnilega máli. Að hagvöxturinn fer niður og við sjáum það að fólk sem er hugsanlega foreldrar 15 ára gamla barna, þau eru að vinna færri vinnustundir, þannig að efnahagsmælikvarðarnir náttúrulega bara allir niður og niður hjá þeim, en þau hafa meiri tíma greinlega þá þarna geta fjárfest meira í þessum samskiptum og svo skoðaði ég bara þessa þætti sem skipti mestu máli fyrir hamingju barna og ég held að það væri eitthvað í sambandi við vinin, sambandi foreldra var ennþá sterkara og það er þessi tíminn sem þau verja en ekki síður umhyggjan sem þau fá frá foreldrum sínum og svo og þú veist þannig að þau voru að fá meiri tíma, meiri umhyggju og í heildina og þau voru upp, en svo ákveði skoða hópin sem var ekki að fá meiri tíma og sérstaklega hópin sem var ekki að fá meiri umhyggju og hamingja þeirra fór niður. Þannig að þessi umhyggja frá foreldrum var verndandi þáttur. Svo fóru ég að skoða því að svo eru bara búin að innlega líka svona mælingar mánaðarlega, þú veist þar sem eru vinni á embættinu bara á hamingju og velsæld og hann getur fylgst með því og þá mjög gott líka þegar heimsfaraldurinn kórnuveiru kom og þá sem nú erum við aftur að verja meiri tíma með foreldrum því að hamingju barna var svo farin að fara niður aftur þegar að allt fór aftur upp í efnahagnum og fólk var að vinna meira og svona svo fórum við gerist þetta sama núna þegar að við förum að vera meira með börnunum og
Við sáum að það er sérst aukning með í samverustundum en það er lækkun í hamingju og það er lækkun í hversu auðvelt þau hafa með að fá umhyggju frá foreldrum sín. Vitið eitthvað hvað það er sem er að valda því? Sko, ef við bara hugsum, erum ekki búin að greina en bara svona tilgátundar og bara, þú veist, bara svona það sem maður hugsar að samveran eftir hrunið og í COVID var allt öðruvís og kannski meira svona þvinguð samvera eða ekki, veist bara, eða þvinguð eða þú ert líka að taka vinnuna heima og þannig að þó sé mikil samvera þá er það ekki kannski þessi gæða samvera. Þannig að það getur verið, og svo er þetta náttúrulega aukning í símanótkun og samfélagsmiðlanótkun sem að draga kannski úr þessum gæða samverustundum. Algjörlega. Og eiginlega erfiðara með það og þar við foreldrarnir líka og við fullorðna fólki alveg jafnseg að láta oft þennan síma taka kannski frá okkur þessi tækifæri til að taka eftir einhver og horfa í auguna og svona þannig að ég held að við þurfum að ræða það, ég held að við séum aldrei að fara að sko, og ég meina ég er alls ekki að því að síminn sé einhver uppspretta alls ills eitthvað slíkt, þetta er bara mörguleiti gott tæki og getur gert okkur mjög gott og hjálpa okkur að skipuleggja góða stundur og svona, við erum að passa okkur og við erum að læra að umgangast hann passa hann sé ekki að taka frá okkur þessi dýrmætu tengsl og vera bara meðvituð þá og geta rætt það. Setja bara svona skýrari mörk kannski fyrir okkur sjálf. Algjörlega. Já. Maður hefur alveg séð það heilu fjölskyldin að setja saman að horfa á mynd en það er enginn að horfa á myndina allir í símanum í leiðinni. Í sínu síma. Maður fer alveg bara nýlt í hjarta. Þetta kemur alveg fyrir hjá mig líka, skilur við. Maður bara... og það var bara svo mikilvægt að ræða það, þú veist, bara svona heyrðu og bara, heyrðu, hvernig við þurfum einhvern veginn að brjóta þetta upp og einmitt það að, þú veist, einhvern veginn sko að vera einhvern veginn svona, gera hlutina af hálfum hug, þá einhvern veginn fær maður ekki að samútinni, einmitt ef maður horfir á mynd og er í símanum að gera eitthvað annað, þá missir maður einhverjum þáttum og ef maður er líka bara svona einhvern veginn hálfum hug í lífinu, þá missir maður svolítið að því það er svona, held ég að sé mjög gott að tilengja sér svona núvitundar þjálfun, að vera meira til staðar, bæði í lífinu og horfa á bíómynd eða sama hvað maður að gera maður sé, það virðist vera að þetta að vera að gera marga hluti í einu sé ekki tvolega gaglegt, það sé kannski svolítið mikið álag bara fyrir okkur. Einmitt. Maður hugsa kannski yngstu kynslaðana núna sem er vön þessu stanslösa áreiti. Þú veist, við gátum klárað heilan þátt að því að það var bara ekki boði annað, þú veist, við gátum ekki flett í næsta, hann kom eftir viku, eða eitthvað skilur við vonleitlar. En núna er bara, ef það finnst þetta ekki nógu skemmtilegt, þá bara swipe. Þú veist, þetta er svo erfitt, ég veit ekki alveg hvernig maður getur reynd að hjálpa þig með þetta. Nei, ég veit. Að klára eitt þátt áður en fyrir næsta eða myndband eða hvað sem þau eru að horfa á. Já, þetta er náttúrulega alveg rosalega mikið áreiti og allt öðruvísi heldur en við vorum mun og eins og ég fer hann tilbaka, ég fann mig knúna þarna 20 til þess að fara og vera ein með sjálfur mér þó ég það væri bara landlínu sími heima hjá mér þar sem ég bjó ein en þannig að er klárlega mikilvægt að ræða þetta og þess, þú veist einhver svona þjálfun í því að vera meira til staðar og bara meira vera heldur hún líka alltaf að vera að gera eitthvað og mér veist bara mjög áhugavert líka bara hvernig við erum að hvað er það sem að við metum og hvað er það sem skiptir máli, við þurfum svolítið að endurskoða það það að bara líka hvað er það sem er árangur og að verða að ná árangri og eitthvað sem það tengist oft svo mikið einhverju og þú eru að horfa á eitthvað, þú veist að það er eitthvað komið einhver svona mótaður hugmyndir en í rauninni sko og það snýst oft kannski þessa efnahagslegu eða materialísku þætti. Já, eitthvað svona sem er áþreifanlegt. Áþreifanlegt og slúðis en þú veist við þurfum og ég held líka að það sé svona vakning með yngra fólks að það er að meta meira líka, það er svona önnur gæði heldur en efnahagslega gæði. Já, einmitt. Og ég held að við erum að vinna líka bara því svona stóru verkefni í embætti landlæknis sem bara svona velsældar hagkerfi og ég held að við þurfum að huga því bæði sko einmitt. Getum við skilgreint það kannski aðeins fyrir þá sem er að hlusta? Hvað er velsæld og velsældar hagkerfi? Já, og það er í rauninni kannski bara, það er hagkerfi þar sem að velsældin er lokamarkmið og hún var það alltaf. Við mistum einhvern tímann að bara í hagfræðinni þegar að nútíma í rauninni svona uppásmaður nútíma hagfræði Adam Smith
kemur fram á með þessar nútíma hagfræði, þá lokamarkmið ekki bara efnahagslegur vöxtur og hann tala meira það að 1790 setur hann það fram að eini mælikvarðin á stjórnvöld ætti að vera hversu vel þeim tekst að auka hamingju fólks sem að lifir undir þeim, þannig að, og við veltum svolítið fórum að skoða þetta, hvar fór þetta úrskeiðis, bara af hverju, og í hagfræðina að það var skoða tilbaka þá eitthvað svona sem heitir utility, og það oft hamingja eða það eitthvað svona velsæld sem lokamarkmiðið, og hagsældin átti að vera svona leið að velsældinni, en svo kemur einhver rosalega góður mælikvarði og það erfitt að mæla hamingju og velsæld, en það hægt að mæla hagvöxt og það hægt að mæla það sem á ensku kalla Gross Domestic Product, GDP, eða á íslensku verg þjóðarframleiðsla, sem það bara hvað það sem þjóðin, hvað verðmætið, bara skapar þjóðin í efnahagslegu, bara í einhverjum ákveðnum krónutölu eða dollurum. Og þetta getum við mælt. Og sko, arkitektin á bakvið þessa mælingu, þessa GDP eða verga þjóðarframleiðslu, Gutsner, hann varaði strax við því, þetta er nú mælikvarð sem kemur eftir seinni heimsstyrjöld bara svona til þess að meta bara hvernig gengur svona afnarslega, en alls ekki nota þennan mælikvarða á velsæld þjóðarinnar eða hversu vel gengur, því þetta bara að mæla eitthvað ákveð. Og það kemur mér fljótlega fram líka svona gagnrýna út og mann þegar ég að skoða þetta með kringum þannig á doktorsnámið mitt og sé að það er rosa fræg ræða eftir Robert Kennedy, þá sem segir bara bendir á að þessi mælikvarði, hann bara mælir alls konar þætti sem við neikvæð áls við að heilsa okkur, þetta bara áfengissala og tóbakssala og bara lyfjasala og bygging fangelsa og bara allt sem mengar, þetta allt eykur þessa verka þjóðarframleiðslu. Já, en hefur neikvæð áhrif á velsældina. Og meira þess að vopnaframleiðsla og allt við tölum það, þetta allt eykur þjóðarframleiðslu hjá þeim þjóðum sem eru gerða, en hann endur að segja að þetta mæli allt nema það sem virkilega skiptur okkur máli í lífinu. Og ég sé hann, þetta er ræða sem hann fer með 1968 og ég sé að vera að skoða þetta svona upp úr aldamótum í sem það meiri 30 ár síðan hann sagði þetta og það hefur ekkert breyst. Nei, þetta er bara að fara meira í hinn átt. Já, þá allavega. Svo hefur heilmikið gerst síðan á þessum 20 árum. Þá hafa eiginlega allar alþjóðlega stofnanir og það byrjar svolítið á Evrópusambandinu en Stiglitz sem vegna Nóbelsverðlaun í hagfræði og sagði bara ef þið mælir ekki það sem skiptir máli að þá verða aðgerðnar ekki í áttina því sem skiptir máli eða bara hann segir þetta ensku if you don't measure the right thing you don't do the right thing og bara menn við verðum að fara að mæla eitthvað annað því að ef við mælum bara þetta þá snýstum bara þá verðum við bara alltaf að auka þjóðarframleiðslu og svo bara og hann bara bendur á það ekki að hafa endilega jákvæð áhrif á samfélagið og ekki þagnana fólk sem býr hérna og svo kemur Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnun og allt bara og það bara það var 2012 einhvern svona rosa ákveðin fundur og það bara nú verða þjóðir heims bara að setja meiri fókus á mælingar og hamingju og velsæld fólks og svo koma nokkra ríkisstjórnir sem að taka höndum saman og vilja reyna að auka fókusin á velsældina og það eru kallað svona Wellbeing Economic Governments, velsældar hagkerfis ríkisstjórnir og það er svona Nýja-Sjáland sem byrjar og svo er það Finnland og Ísland og Wales og Skotland og Kanada sem hafa verið þarna. Þannig að það er líka mjög jákvætt að ríkisstjórnin í Íslandi er með þetta markmið að vilja auka velsæld. Já, það er frábært. Já, og í ríkisstjórnarsáttmálanum þá kemur velsæld fyrir 11 sinnum. Ok, wow. Tengist mjög mörgu. Já. Og við höfum búin að vera með svona velsældarþing, núna vorum með í Hörpunni í júní í fyrra og ákveðum að vera með 5 í röð, þannig að það eru næstu 4 árin allavega. Og höfum fengið styrk til þess og það er mikill áhugi fyrir þessu hjá hagfræðingum, hjá pólitíkusum, hjá fræðasamfélaginu og sveitafélög og manna. Þetta gengur ekki að halda áfram eins og við höfum verið að gera. Maður finnur það alveg. Já. Og bara margir sem hafa komið hérna í viðtal, tala alls konar, heilbrigðiskerfi og alls konar kerfi sem ekki að gera rétt, það vantar meiri fyrirbyggingu í staðan fyrir að vinna með eftir á og allt þetta. Já. Það varst mér nefnilega líka svo rosalega magna þegar ég
fórum bara fyrstu lýðheilsuráðstefnuna og bara, þú veist, þegar að skoða bara svona, fara svona yfirleitt yfir það bara, þú veist, bara hvað eyðum við miklu í meðferð og hvað miklu forvarnir og heilsueflingu og hérna við eyðum náttúrulega svo mikið í meðferð, bara slökku eldana að við tökum bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað 1% sem við setjum í forvarnir og hvað þá heilsueflingu. Já, sorglegt. Já, en þú veist, ef að fólk spurt hvort myndur vilja að við eittum hérna 100.000 krónum í að lækna þú ert orðin veik eða komið vekk fyrir að vera veikur eða veik og þá bara vitum við öll svarið, við viljum það frekar en það er bara, það er áskorun að þurfa að gera það en ef að mælikvarðin væri það hversu heilbrigði værum og hversu há velsældin væri þá færi náttúrulega fjármagnið í því að efla það það er svona hugmyndin með velsældarhagkerfinu að loka útkoman sé ekki bara já, heyrðu, hérna hvernig, hérna, hversu hérna, mikla peninga byggum við til, heldur hversu mikla velsæld byggum við til fyrir þá peninga og sem að við höfum það er alveg draumur en er einhver skilgreining á þú farður ekki ofta þessa spurningu, hvað er hamingja? Það eru til alls konar skilgreiningar og mér þykir mjög vænt bara eina gamla sem er bara þessi heildarsumma sársauka og ánægju og hérna og að það sé eitthvað svona heildarmat þitt á lífinu þínu eins og þeir og þá tekur þetta allt inn í og það þarf að vera bæði að því eins og sáum bara það þarf að vera einhver sársauki sem að við hérna tökumst á við sem að gefur okkur þá svona einhverjuna dýpri tilgang og finnum fyrir eitthvað að, og kannski oft fáum við svona fókus á það sem skiptir máli þegar við erum að takast á við eitthvað erfitt og sjáum að tökum ekki öllu bara sem sjálfsögum hlut og það er kannski sem að sjá í þessum rannsóknum á fólkinu þarna sem að hefði gengið ekki erfiðleika og tekst á uppbyggjandi hátt að það varð einhver svona dýpri tenging og það er oft talað svona 2 tegundir af hamingju svona í heimspeki það er svona til svona það er kallað hedonism og eudaimonia hedonia og eudaimonia og það er annars svona sældarhyggja og það sem að þú veist snýstum bara svona að vera líða vel núna þessari stundu og þá er það kannski bara ef þú borðað góða mat eða stundakynlíf eða eitthvað svona sem gefið þig bara einhverja góða tilfinningu akkurat núna og svo bara kannski var hún ekkert áfram en svo er það svona farsældarhyggjan meira svona einhvern veginn þessi eudaimonia sem snýst það er svona hamingja sem kemur frá því að kunna að meta svona meira svona heildarmat og með einhverjum svona þroska og það er einhver tilgangur og það er einhver sátt og þakklæti og það er svona meira svona verður meira svona sjálfbær hamingja af því að hún svona, hérna er einhver svona þætti sem við vinnum að og það er einhver svona ferðalag eða farvegur og það er kannski eina leiðin er að hamingjusömu lífi er að huga þeim þáttum og ekki vera bara að finna einhver svona quick fix eða svona eitthvað sem að bara lætur manni líða bara vel núna það hérna dugar skamt. Akkurat, já, bara ég get alveg persónulega þú veist sagt það að eftir að hafa gengið gegnum erfiðleika þá upplifa maður svo miklu dýpra þakklæti og þakklæti veitir hamingi svona djúp hamingi þetta er mörgum tilfinning og það er þannig með bæði einhver sátt og þakklæti með því þú er sátt við sig og bara menn og dýr veist bara svona einhvern veginn að og það er einmitt líka sem kemur svo mikið þjálfun í núvitundinni að njóta augnabliksins og þá tekum maður eftir líka bara góðu stundunum og sáttinni að vera ekki einhvern veginn einhverjum átökum við eitthvað heldur bara líka átt að segja hverju maður hefur stjórn og hverju ekki og staldra við og ná að vera þakkláttur fyrir það góða í lífinu og það er nefnilega að þegar okkur líður illa að þá eru neikvæðu hugsanar dóminerandi og það eru 1000 hugsuna, 5-10.000 hugsan sem fara í gegnum hugan okkur hverjum degi og flestar eru þannig að við erum ekki að veita þeim hérna aðtekli. En við vitum og getum gefið okkur líður illa, þá eru fleiri neikvæðar hugsanar heldur en jákvæðar, ef við kollum að hérna neikvæðar jákvæðar sem er líka svolítið einföldun. Og við viljum ekki útrýma og við stundum kannski bara að tala þægilegar og óþægilegar hugsanir. Og við erum ekki að reyna, það er ekki markmið okkur, það er ekki leiðin að hamingju að útrýma óþægilegu hugsunum eða útrýma sársaukunum, heldur að finna sáttina og takast á það á einhvern uppbyggilegan hátt. Af því að gleðin og sorgin eru systur og hérna bara sársaukin er hluti af lífinu og ég held bara að það er eitthvað svo magnað að ég held að bara, eins og ég hef oft sagt ef að ég veri
ef ég væri beðin að vera með TED-talk þá myndi það heita Embrace your pain to happiness. Ok, já. Ég held bara að það sé rosalega, eða bara mótlæti, við lendum öll í mótlæti. Og ef við ætlum að verðum eitthvað fórnarlamb þess eða ætlum að fara eitthvað að vera hrætt við hann sársaukan eða ströggla eða einhvern veginn berjast við hann, þá einhvern veginn líður okkur bara illa. Já. En ef við náum einhvern veginn að fara í gegnum hann en ekki að ítunum í burtu eða bælan, heldur vera leifunum að vera þarna og finna fyrir sársaukanum án þess að berjast við hann, þá hann viðráðanlegri og nú ég að tala svona andlegan sársaukan, hann líkur líkamlegum sársauka. Við vitum það að við erum öll stíf og við klípum í okkur, bara kreppum okkur, þá finnum við meira fyrir sársauka heldur en við erum alveg slök. Og þannig það svolítið með hugan líka að við erum öll spennt og kvíðin og stressuð, þá miklu erfiðar að takast á við mótlæti. Og þennan andlegar sársauka hvort sem það missir eða þú bara og það getur verið missir, þú getur mist vinnu, þú getur vist vin eða maka eða bara það getur og ýmsan hátt og það sársauki, það á að vera sársauka fullt. Og við ætlum ekki að segja, heyrðu, nú ætlum við bara að íta því niður og horfa á grínmynd, heldur bara hvað í gangi gegnum og leyfa okkur að fara í gegnum sársaukan, en við þurfum líka að komast í gegnum og ætlum ekki að stoppa í honum. Og það kannski líka það sem svo mikilvægt að finna hvernig komast við í gegnum hann. Og svo getum við stundum líka bara, heyrðu, nú ég aðeins búin að vera með honum og nú ætlum ég aðeins að setja til hliðar og nú ætlum ég aðeins hins vegar að leyfa mér að horfa á grínmynd, en ekki en það er svona að finna þetta, við förum ekki í þessa eitruðu jákvæðni. Akkurat sem ég ætlaði að koma að, því að mér fannst þetta svo áhugaverð grein sem ég las eftir einhvern tímann ef viðtal. Kannski bæði að skilgreina, hvað er jákvæð sálfræði, ég er svolítið mikið í að skilgreina alltaf, og svo þetta með þessa eitruðu jákvæðni, minnst þetta svo áhugavert og ég er örugglega sek það í fortíðinni, Það er bara gott að, ég meina að bara sjá það, og bara, og stundum bara, getur það, ég meina, það er svona mismundi hvort að, en já, eiginlega stundum finnst mér gott að tala hjálplega eða óhjálplega jákvæðni, en ef við byrjum á jákvæði sálfræði, hvað hún er. Hvað er hún og hvaðan spratt hún? Ég vil meina jákvæði sálfræði er bara sálfræði og en hún er ekki undirgreind sálfræði, heldur er þetta nálgun innan sálfræði. Og sem þú getur tekið á allar undirgreinar sálfræði. Það sem jákvæð sálfræði snýst er að skoða jákvæð frávik. Við erum mjög oft að skoða neikvæð frávik. Hvað er hvað fór úrskeiðis, við erum að rannsaka það, við erum með greiningartæki til þess að greina frávik sem að við kallum svona, það sem er eitthvað að. Og afi jákvæða sálfræði sem hann oft kallar Don Clifton, hann var forstjóri Gallup og hann hafa sagt á einum fundi með rannsakandum What would happen if we start to study what's right with people? Bara hvað gerist ef við fyrir að skoða það sem er í lagi hjá fólki og hann kallar þetta þessi, positive deviant, eða jákvæðu frávikin. Skoðum einstaklinga sem eru hamingjusamir og líður vel og gengur vel og skoðum fyrirtæki sem eru að ganga vel og skoðum skóla sem að ganga vel. Hvað einkenni þá og hvað getum við lært af því? Og þetta er náskylt heilsueflingunni eða geðheilsueflingunni eða geðrættinni sem er eldri en jákvæða sálfræðin. Hún er nefnd að skoða, heyrðu, hvað einkennir heilbrigði, hvað er jákvæða geðheilsa, hvað þættir hafa áhrif á það og verður raunin að segja að við getum ekki byggt bara heilsueflingun okkar á rannsóknum og sjúkdómum. Nei, ég veit. Og við getum ekki bara gert einhverju uppskrifta hamingju eða góðu lífi á rannsóknum á þunglyndi. Bara að þannig og svo er það svona, svo sem kallaði faði jákvæða sálfræði Martin Seligman, hann var búin að rannsaka þunglindi í áratugi og með kenningu lært hjálparleysi, þar sem að fólk svona gefst upp, byrjar á hundum og svo er það líka með fólk að það er svona, þegar fólk hefur lent í einhverju ákveðnu mótlæti að það bara gefst það upp og reynir ekki í rauninni þó að lausnin sé beint fyrir fram að því, hundar í búrun sem einhver rafstöð og svo var ekki lengur rafstöð en þau reyndu ekki að búið til gáttalega bút en þau bara prófuðu það ekki einu sinni. En hann sagði það voru alltaf einhverju hundar sem gáðust aldrei upp og það eru, þú veist, það var svona meirhlutin gerð og það er alltaf eitthvað fólk í svona aðstæðum sem gefst ekki upp og þá sagði hann fer hann að skoða hvað er þetta og það er bara þessi þrautsi og hann sagði ég varð bara að fara að skoða þetta, hvað einkennir þetta fólk og hann sagði það er svona, það er bara það með
bara, það með von að það sé lausn, það gefst ekki upp og það bara eitthvað bjartsýnna heldur en þeir sem eru svartsýnir og þá var sem bara, þetta eitthvað sem hægt að kenna og hann bara kennst að já, það að kenna þetta og hann sérst fer út að vera með lært hjálparleysiskynningum þunglindi að vera með sko lærða bjartsýni fyrir hamingju og velsæld sko. Þannig að, og svo bara í rauninni það sem hann gerir svolítið með þessar jákvæðu sálfræðir að hann býr til svona reglífi yfir alla þá sem eru að skoða þetta. Það voru ýmsir að skoða þetta. Það kemur upp úr 2000 en tala aftur að þetta hefur verið svona nýnálgunina sálfræði sem var samt með mjög gamla rætur. Þú veist, það eru fullt af kenningum og svona sem höfðu verið, en höfðu bara ekki fengið mikla athygli. Það hefði ekki verið mikið fjármagnsett í rannsóknir en þeir ná því svolítið með þessu að fá meiri fókus á þetta, fá meiri athygli, fá meira fjármagn í rannsóknir, setja upp prógram víða í háskólum og það gerði við einmitt líka og við erum búin að vera með diplómnám í jákvæðri sálfræði Endurmenntun Háskóla Íslands, núna 10. hópurinn sem er að fara í gegnum það hjá mér, búin að vera kennslustjóri þar síðan 2014 og það bara gjörsamlega magnað, þú veist, og það eitthvað við jákvæða sálfræðin, við í rauninni myndi ég vilja kalla þetta bara velsældarfræði því að þetta svo orðið svo miklu meira en sálfræði og fólk kemur þarna, það koma þarna heilbrigðisstarfsfólk með lækna og hjúkrunarfræði, sjúkraliða, ljósmæður sjúkraþjálfara, yfirþjálfa kennara, öllum leikgrunn framhaldsskólastigum við erum búin að vera með arkitekta og tannlækna, þú veist bara og verkfræðinga og bara jarðfræðinga, þú veist, og það bara einhvern veginn, það engin svona limit og það eitthvað svo magna þegar fólk kemur með hennan mismunandi bakgrunn og hefur það svona sameiginlega að það hefur áhuga á að læra velsæld og bara hvað eykur velsæld í lífi fólks, inn í skólum, vinnustöðum, í samfélaginu og ég bara fekk einhvern frábæran hóp þarna, ég var að þróa þetta nám svona þarna fyrir 10 árum bara að fá hvað heppin, þetta bara geggjaður hópur og svo bara aftur fæði svona frábæran hóp og svo bara aftur og það gerist bara eitthvað sérstakt þegar fólk með, þú veist, með þannig áhuga kemur saman og það bara einhvern veginn algjörlega magnað og ég búin að læra líka ótrúlega mikið á þeim og það algjörlega magnað að sjá hvernig þau hafa tekið þessi fræði og farið með þau út og það svo mikið af bara einhverjum fræjum sem að fara út og orða fallegum bara jurtum og trjám sko þarna út allt samfélag sko. Ég fór á námskeið í fyrra í náttúruhlaup og jákvæð sálfræði eins sem hafi verið hjá þeim, þetta æðislegt og þetta var svo skemmtilegt, blanda þessu saman. Það alveg og það einmitt alveg, það margt svo skemmtilegt núna og ég var einmitt að við ætlum að halda núna bara næsta vor sko bara að því að nú komum 10 ár þá þarf bara að halda sko ráðstefnu eða málþing þar sem að við erum að kynna öll þessi úrræði sem hafa komið út úr þessu námi og eitt sem ég mæli með bara svona tækifæri gæfir það svona spilum gæðastundir, þú veist í rauninni að hjálpa okkur hvernig búum við til gæðastundir og tökum síman til hliðar og það svona alls konar spjöld það hvað við getum gert, þú veist, til þess að búið til skemmtilega samræður bara, þú veist, styrkleikan okkar og hvað við gengið vel og hvað við kunnum vel og rifið góðar minningar og þannig að það frábær svona verkfæri geti sagt frá, það svo mörg og alls konar svona, bara verkfæri sem hjálpa okkur að veita því meira athygli sem að hlúir að hamingju okkar og velsæld. Það samlegt. Já. Þannig þú ert búin að sá fullt af fræjum. Já, það algjörlega magnað. Þetta búið að fara svo miklu lengra heldur en ég hefði nokkuð tíman séð fyrir. En svo langar mér samt bara líka til að taka þetta ennþá lengra og draumurinn svolítið að búa til bara svona meistarnám í velsældarfræðum því ég held að þessar áskorun sem við stöndum frammi fyrir núna varandi líðan fólks sem að fara svolítið niður á við og svo bara í rauninni loftslagsmálin. Þannig ég bara svona, finnst bara svona að þurfa að taka þetta saman sko bara og sem svolítið fókus nokkur á svo velsældarþingi, kallum það velsæld fyrir fólki á jörðina, well-being for people on the planet og við þurfum að tækla þetta eða takast á við þetta sameiginlega og þessar áskorun sem við stöndum frammi fyrir, þær verða ekki leystar nema við vinnum mjög náið saman þvert á alla geira. Það rétt. Og það eins og heimsmarkmiðin segja við þurfum að brjóta þessa veggi milli kerfa og þá held ég líka að við verðum að hafa námsbrautir þar sem við þjálfum fólki að vinna þvert á fræðasvið því við getum ekki bara verið með nám í sílóum og svo kemur fólk út og þá allt í einu fara þá á að brjóta það niður og vinna saman. Við þurfum að þjálfa fólki því áður þannig að draumurinn að vera með svona
já, bara vera með svona nám sem að væri bara alþjóðlegt það sem við setjum sniður, hver með bara það sem við erum með stjórnmálafræðina og heilbrigðisfræðin og fjölmiðluna og menntafræðin og bara í rauninni alla heimspekina og bara allt það sem við komum sem bara heyrðu, hvernig ætlum við að leysa það? Kekja. Þessar áskoranir. Þverfælegt alveg. Mjög þverfælegt. Heldur sé eina leiðin, sko. Já. Og þetta flott. En ég hef mikið áhuga sér í ákvæði sálfræði og þegar ég fyrir næst í nám, þá verður það pottitt þetta, sko. Ég er búin að, maður getur alltaf blóm á sig bætt. Ég er svo dásamlegt að lesa, sko, umsóknirnar og við beðum fólk að skrifa svona eitthvað bréf með og það er svo margir segi, ég er búin að vera að hugsa þetta í svona mörg ár og nú er rétti tímun og ég er svo yndislegt að bara þegar maður fer kannski bara einhver boð og eitthvað og bara svona, heyrðu, já, ert þú ekki með að ná mig eitthvað sjálf? Já, ég ætla að koma einhvern tímann til. Mér finnst eitthvað svo notalegt að finna að það er svona margir og kannski koma ekki allir, en það er svona margir sem geta vel hugsa sér að fara og stunda þetta og það er alveg magnað og eitthvað bara að við vinnum svolítið mikið með það að þú ert náttúrulega algjörlega á eigin forsöndum og svo einhvern veginn vön því í námi að þú ert alltaf að gera eitthvað fyrir einhvern og maður er svolítið að brjóta það niður. Þú ert ekki í námi fyrir mig eða fyrir endurmenntun, þú ert þannig fyrir þig. Og þannig að þú veist bara ábyrðin algjörlega hvað er það sem þú vilt fá út á náminu og það er bara einhvern veginn kannski sem við erum ekkert voðalega mikið þjálfið í. Og það er bara kannski ein grunnbók í haustinu og svo eru bara alls konar greinar og það er engin tveir sem lesa nákvæmlega sama efnið og þá einhvern veginn byrði til þess að innri hvöt og innri áhugavöt fyrir námi og svo er allir hópunni sem halda sambandinu og hitta stundum einhverju bókaklubum og sællir ég hef aldrei verið námið þar sem ég les meira sko heldur eftir ég kláraði heldur ný náminu sko því þá ertu komið bara hvað er það sem þig langar að fá út úr svo ert ekki, og það er ekki, þú ert ekki að læra fyrir eitthvað próf eða þú ert ekki að læra fyrir eitthvað verkefni, þú ert að læra hvað er það sem þú vilt fá út úr svo námi. Þetta er fallegt. En þá kannski ef við fyrum þá yfir í þessa eitruðu jákvæðni. Og það er einmitt kannski oft talið um það jákvæða sálfræði. Það er svona kannski, finnst mér ekki voðalega heppilt að kalla það jákvæða sálfræði. Það veldur einhver svona misskilningi að við séum eitthvað upphefja eitthvað sem er jákvætt og að tala um einhverja tilfinningu séu jákvæðar og aðra séu neikvæðar og það er ekki hjálplegt. Það er betra að tala um, þú veist, að við séum eitthvað, þú veist, að tala um þarna þætturum og skoða það sem gengur vel og farnast, þú veist, hvað sem reynist fólki vel. Og það til dæmis reynist fólki ekki vel að bæla niður það sem einhver gætum kallað neikvæð tilfinningar eða erfiða tilfinningar. Það er mjög mikilvægt að geta farið í gegnum þar og uppbyggilegan hátt. Þannig að það er svo mikilvægt að þetta sé ekki, það er til eitthvað sem heitir Power of Positive Thinking, kannski svolítið andra secret og eitthvað svona, að það sé alltaf best að vera jákvæður. Og jákvæð sálfræðin er rauninu bara vísindalega nálgun að hvað reynist okkur vel og það er ekki það að vera alltaf jákvæður. Rannsóknir sýna okkur að það er ekki best. Svo þannig að það er til eitthvað sem er hjálpleg jákvæðni og óhjálpleg jákvæðni og það er kannski það sem eða eitru jákvæðni. Að það getur verið ef við lokum á eitthvað sem er erfitt og ætlum bara að þvinga okkur í að vera jákvæð eða bara sjá eitthvað bara góð út úr því og bælum niður eitthvað sem er erfitt, þá er það óhjálpleg jákvæðni. Og það er til svona líka bara dæmum það, þú veist að við þurfum aðeins að líka passa okkur þegar við erum alveg börnun okkar að ekki bara segja hætt og gráta og ekki, þú veist, og förum að horfa á eitthvað skemmtilegt, heldur bara svona vera með þeim og þola og þora að vera þarna í sásökunum sína að það er allt í lagi, það má. Og hann er nefnilega svo miklu viðráðanlegri að vera þar, en ef við erum svo hrætt þegar þá fer hann að vera miklu óviðráðanlegri. Þannig að segja bara já, og bara ég skilu þig, veist, þetta er erfitt og ég skila þig liður ítleifur, svo bara heyrðu, nú skulum við bara taka smá tímið það, en svo þurfum við líka að halda áfram. Við ætlum ekki að stoppa einhverju sjálfsvorkun eða einhverju bara volæði, heldur bara að geta farið gegnum það, að þekkja þessi tilfinningu þola og þora og ég svona hugtak sem ég er mjög hrifin sem heitir tilfinningahugrekki, hafa hugrekki til þess að upplifa alla tilfinningarna þegar þeir eru mikilvægar. Og við segjum oft svona sjálfsfræðingar að við erum ekki hugsanir okkar, við höfum hugsanir sem hefum svo áhrif á tilfinningarnar okkar og við erum heldur ekki tilfinningarnar okkar, við höfum tilfinningar. Tilfinningar bara eru. Þær eru og og það er kannski meira svona í enskuna þá svona bara, þá segja ég bara svona
einmitt alveg bara þú veist, I am sad, þú veist, bara svona í staðin fyrir I'm noticing that I'm sad, þú veist, og við stundum er þetta ekki alveg eins en bara svona, ég er sorgmætur, ég upplifi sorg, þú veist, við getum líka sagt þetta, þú veist, þannig að við skilgreinum okkur ekki endilega út frá erfileikunum sem við erum að gangi í gegnum eða tilfinningunum heldur að við erum með þessar tilfinningar og stundum eru einhverjar erfiðar hugsanir eða tilfinningar sem okkur ekkert hjálplegar og þær eru bara að draga okkur niður. Það eru óhjálplegar neikvæðar hugsun og tilfinningur og það þær sem að við viljum bara losa okkur við. Yeah. Þær eru bara eitthvað svona, kannski einhver svona sjálfsgagnrýni og efasemdir okkur, eitthvað sem að eiga kannski engin við neinn rökast þér, eitthvað svona bara eitthvað gamalt úr einhverju fortíð, einhverju svona sem að lætur okkur allt í einu fara að efast okkur sem algjör óþarfi. Yeah. Við þurfum að gera greinamun á því, sko, og það og það er mér svo hugrann atferlismeðferð snýst mjög mikið það að við þekkjum þetta og þetta samband milli hugsana, tilfinninga og hegðunar. Akkurat. Já. Og þetta svo dýrmætt og þó líka bara að hafa verkfærin til þess að fara í gegnum þó og svo núvitundin að við gefum okkur tíma og bara setjum athygli okkar á núið því að núið er líka eina stundi sem við bara höfum alveg örugt og að við missum ekki af lífinu okkar að því við erum svo upptekinu við að gera eitthvað annað eins og við getum mistað bíómynd að við erum ekki að horfa á hana sko, að við séum þáttakandur í lífinu okkar og tökum eftir öllu því góða og því meira sem við erum í núinu þá líka útilokum við áhyggju hugsanir yfir framtíðinni eða einhverju eftirsjá í fortíðinni sem að hjálpar ekki neitt. Þannig að það er voðalega gott að vera hér og það, þú veist, meiri segja, það er oft viðrænlegt að vera bara í núinu þegar, þú veist, í sásökunum sem að fylgir erfið tilfinningunni sem er kannski sorg, hún er alveg, en ef við förum ekki að spinna í það hvaða áhrif það hefur og eitthvað hræðilegt sem að mun verður úr því og einhverja svona, og í rauninni að magna það svolítið upp og dramatísera það, sko, þú veist, heldur bara, þetta er bara svona núna, við líður svona og það er eðlilegt og það má, en ég kemst yfir það. Já. En það er þá kannski hjálplegt að kenna börnum bara mjög snemma á sko að skilgreina tilfinningarnar. Já, það er rosalega hjálplegt. Og svona, þá kannski eiga þau eldri með það þegar eldri. Já, það er nefnilega rosalega mikil. Það sýna allar rannsóknir að félags- og tilfinningafærni er eitthvað sem er mjög mikilvægt að kenna. Og nú við bara aðeins verið að ræða alls konar niðurstöður og PISA og svona. Það er líka áhugavert að finnar sem koma ofta ágætlu út að þeir eru með skildufæði félags- og tilfinningafærni við í skólum hjá sér. Já, frábært. Já, og ég bara held að auðvitað erum við ekki að segja að skólinn einn bera ábyrgð á því, en þetta er svo mikilvægur þáttur að við viljum að hann sé þjálfaður, kenndur og þjálfaður í skólunum og styðja við það sem að auðvitað foreldrar bera alltaf ábyrgð, en svo erum við líka náttúrulega, ef við viljum svona jafna tækifærin í samfélaginu, að börn eru með mismunandi sko aðstæður heima fyrir og það geta verið veikindi eða áskoranir sem foreldrar takast á og geta ekki veitt á sama hátt og þeir sem eru heilbrigðir og í góðu standi. Þannig að það er líka svo mikilvægt að allir, við grípum alla og að allir fái, þú veist, og það þú veist, bara líka bara að upplifa umhyggjuna, ef við fáum ekki umhyggju frá foreldrum og þú veist, þá þurfum við líka bara svona einhvern veginn að við getum sem samfélag gripið þá sem að eiga erfitt og fá ekki stuðning heima og bæði bara við kennum þetta og við getum veitt það sem sko félagar í skólanum og maður veit það að börn sem að lenda í mótlæti og þessi þrautsegu börn að yfirleitt þau sem að lendu miklu mótlæti og koma vel út úr því, þá er alltaf einhver líka sem að hefur haft trú á þeim og verið til staðar og veit umhyggju. Það er bara, komst ekki hjá því, þannig að við þurfum, það væri svo gott að við getum öll bara orðið svolítið færar í því. Og mér finnst mjög áhugavert, fórum með lýðheilsuráðstefnu 2022 og við fórum og svona töluðum með ungmenn og svona ungmennaráð og sem heyrðu hvað skilaboð viljið þið inn á þessa ráðstefnu, hvað er það sem er mikilvægast fyrir svona lýðheilsuaðgerðin sem að þið myndu leggja til og það var svona bara samantækt hjá þeim að það var að við viljum fá að læra meira lífi og hvernig að takast á við lífi, við viljum bara þurfum ekki að læra svona mikið einhverjar fornbókmenntir eða þú veist eitthvað svona Gíslasússon og heldur nefndir og eitthvað svona við viljum bara læra félags- og tilfinningafærni. Mjög áhugavert líka verkefni sem að
Elvar Klásin gerði hérna, hún kennar á Egilsstöðum og var einmitt í námi hjá mér í ákvæða sálfræði, en hún bara einmitt, það kemur svo skýrt og við svona djúp viðtöl við krakkana hvað þau óska mikið eftir því bara vá hvað ég hefði viljað fá að læra þetta fyrr, þú veist bara hafa kannski farið eitthvað námskjóling af hverju þetta ekki kent í skólanum og hérna, ég held að við byrjum sem hvað það sem við virkilega, þú veist, hvað það sem skiptir mestu máli í lífinu, hvað það sem þú óskar þeim sem þú elskar, hvað það sem þú óskar börnunum þínum, það að þeim líði vel og gangi vel og ég held að það sé svo mikilvægt að við bara kennum það er ekkit endilega, þú veist, þetta allir sem að ná því, sumir læra að lesa hans að þeim sem kent það og sumir munu læra félags- og tilfinningafærni án sem kent það, en ég held að við verðum bara að hérna og ég held ástæðan fyrir að við erum með þessa mælingar líka inn í PISA að því að þetta skiptir máli samkennd og samvinna, íslensk ungmenni eru koma lægra þarna út heldur en samanburðar, en við komum hins vegar herra út í þrautseigu og hérna og svona einhverju streituþóli sem er bara gott, en ég held bara þarna tækifæri og hérna og við erum í samtali við embættinu, við erum í samtali við menntavísindasvið og menntamálráðuneyti og var bara einmitt fundi í morgunum það við erum að skipuleggja ráðstefnu 19. janúar þar sem að við ætlum að vera svolítið með farsæld í skólastarfi og það var bara þetta hvernig myndi skólinn líta út ef að farsæld væri aðalmarkmið námsins og þá það kannski í rauninni að sama eins og af hverju erum við að kenna allt í hérna, af hverju erum við að kenna stærðfræði íslensku alltaf, að því að við viljum að það nýtist til þess að fólki okkar eigi og börnun okkar eignast gott líf og þá þurfum við líka, þú veist, þá það loka markmiðið, alveg eins og í samfélaginu, þá vonast þeim til að stjórnmálafólk og þeir sem ráða að þeirra markmið sé að auka velsæld fólksins sem býr þar og allar aðgerðin sem við vinnum að hvort sem að skaffa atvinnu og búa til hagvöxt og svona það stuðli að því en vinna ekki gegn því og þá það sama í skólanum að það sem við erum að gera í skólanum sem að hérna sett inn til þess að hjálpa börnunum að takast á við lífið og þeir eru gott líf, vinna ekki gegn því. Mér finnst alltaf við gaman að því ég spyr alla að spurningunni hvað heilsa fyrir þér og mér finnst alltaf gaman hvað maður fær ólík svör. En hvað það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir bara hvað heilsa? Já, sko, fyrsta sem kemur í hugan skilgreining alþjóðleg heilbrigðismál. Þessi heilsa sé andleg, líkamleg og félagsleg velíðan. Og mér finnst það svolítið bara verandi búin að vinna í þessari lýðheilsu núna í yfir 20 ára og svona að mér svo magna hvað félagslega heilsan búin að fá aukið vægi og kannski líka andlega heilsan. Bara fyrst bara í rauninni var heilsa svolítið mikið bara líkamleg heilsa. Alveg samanlega. Já. En þú veist, og hérna, svo kom náttúrulega andlega heilsan eða þú veist þessi geðheilsan og hvað hún skipti miklu máli og ég fór einhvern tímann hérna var einhvern tímann á einhver ráðstefnu þar sem að forseti geðlækna félagsins alþjóðlega var og hann var held í grískun og svona sagði if Descartes was alive today I would kill him og bara þessi tvíhyggja Descartes að tala um að þessi einhver að við séum annars vegar eitthvað andlega og hitt svo líkamlega sé bara hafi verið mjög ógaglegt því að við veit að þú veist þessir geðsjúkdómar eða geðraskanir ekki eins og þetta sé eitthvað andlegt og svo sé eitthvað líkamlegt þetta náttúrulega bara tauga og allt saman tengist þetta og allt helst í hendur og þannig líka bara svona svo magnað hugsa eins og hvað þá andlegan og líkamlegan sársauka tilfinningarlegan sársauka eða líkamlegan sársauka þannig að hérna en ég veist það bara svo magnað þannig að heilsa fyrir mér þú veist eitthvað þetta samspil líkamlegra tilfinningarlegra þú veist hérna og félagslegra og mér ást kannski eitthvað svo magnað ef að hérna hvað í rauninni faraldurinn kenndi okkur það hvað félagslegi veljan mikilvægur fyrir heilsun okkar. Algjörlega. Að þegar að þú veist við erum búin að vera með tvö svona hérna svona tilruna dæmi á þessari eyju fyrst bara tókum við bankakerfið niður og átum hvað áhrif það hefur og svo bara svo lokum við öllum félagslegu samskiptunum sem að mikilvægast fyrir hamingju og veljan hvað áhrif hefur það og við fundum það bara rosalega sterkt að það skiptir greiðlega miklu máli. Ég kláraði akkurat heilsumarkþjálfuna nám bara hérna rétt þegar COVID var að byrja og þetta var akkurat það sem ég tók mest úr því námi hvað það þarf að styrkja félagslega heilsuna og hvað hún hefur bara svona týnst. Já. Algjörlega. Og ég hef svolítið mikilvægt áherslu á það og það eitt þáttur í þessu hlaðvarpi félagslega heilsu ef einhverju vilja hlusta á. Já, það bara rosalega mikilvægt og við byrjum að skoða mæla einmannaleika 2016 þegar það fara að koma svona vísbendingar það að einmannaleiki sé alvarlegri heldur en tóbaksreykingar fyrir bara langlífi
bara þú lifur skemur ef að þú, þig skortir félagsleg tengsl og mikil einmannileiki og við byrjum að skoða þetta 2016 og þá fórum við að skoða hverjir og við vorum einhvern veginn, það er alltaf að tala um svona einmannleiki hjá eldra fólki að það væri elsta fólki sem væri mest einmanna og það kom okkur óvart, það var ekki. Það var sem sagt, við reyndar erum bara með mælingar upp í 80 ára, gæti við eftir 80 en ekki 65 til 80 ára er alls ekki mest einmanna. Þá voru ungir karlmenn þá, svona 18 til 25 ára, mest einmanna. En það sem gerðist í COVID er að ungu konurnar náðu þeim. Það var gríðarlega mikil munur áður, en það var svona aðeins kannski aukast, en það alveg jógst og eftir COVID þá voru ungu konurnar meira segja hærra hlutfall af þeim sem eru einmanna heldur en ungu karlmenn. Á þessum sama aldri. Já, 18 til 25 ára, nærstundum bara 18 upp í 34 ára. Og þetta held ég sé helsta ástæðan fyrir þessari hnignun í andlegri vellíðan, að það er þessi einmannaleiki. Þannig að ég var einmitt að koma að fundi þar sem við erum að taka upp aftur og endur hanna app sem heitir Happ app. Já. Það var eitt af fyrstu verkefnunum, lokaverkefnunum hjá nefnunum mín, hún Helga Arnardóttir vann það sem lokaverkefni í ákvæða sálfræðin og svo vann það í samstarfi okkur við á embættinu og verin og heilsuveru og svo einhvern veginn bara, er allt breytt og við erum búin að ákveða að taka þetta upp og fórum við svona aftur yfir þetta, hvaða æfingar viljum við hafa þarna. Það verður svona núvitundar þarna og svo bara einmitt hvernig getum við aukið fókus á það sem að gott, þrír góður hlutir og svona. En við vorum ákveða að við ætlum að hafa einhver svona félagsleg tengslatni inni líka. Já, frábært. Og svo styrkleika og þakklæti og svona. Þannig að við vorum aðeins að fjölga og þetta er eitthvað sem kemur á næsta ári. Nýtt Happ með alls konar æfingum sem að hjálpa okkur að auka hamingju og velsældi í lífinu. Já, bæta lýðheilsu þjóðarinnar. Og vonum einmitt bara að það veri þetta að okkur langar að prófa þetta einmitt á menntaskólanemum og fá þau með okkur í þetta og svo bara á vinnustöðum og við líka sálfræðinga og heimilislæknar sem hafa farið gegn námi hjá okkur sem býða spenntir eftir þessu þess að bara þetta er eitthvað sem við þurfum. Það er margir sem koma og líður ekki vel og vilja ekkit endilega lifa en það er ekkit mikið annað í boði. Það eru biðlistar eftir flestum námskeiðum og sálfræðameðferð og það er ekki niðurgreitt og auðvitað þarf að laga það en það er líka gott að við getum einmitt kannski bara aftur að þessu hvernig getum við hjálpa fólki í gegnum svona minniháttar árekstra og mótlæti í lífinu og fókusu meira á það sem að gef lífinu gildi og einhver velsæld og hamingju. Já. Það kom nú bara upp í hugun á mér að það var ekkert að nýta þetta í lífsleikni. Það væri alveg frábært sko. Byrja bara strax í grunnskóla sko. Það væri nefnilega alveg frábært sko og þessum held ég líka bara að við þurfum að sjá tækifærin í þessum símum að þau geta gert yfirleitt gott fyrir okkur líka. Já, það geta náð til svona margra. Já. Gætirðu sagt okkur aðeins kannski frá þessum 5 leiðum að vellíðan sem ég las þú hefðir nefnt einhver tíman? Já, það var mjög skemmtileg hvernig það kemur til að það er sem sagt vinnuhópur og við um bresku ríkisstjórnarinnar sem bara árið 2008 sem er falið það verkefni að fara yfir rannsóknir og áhrifaþáttum vellíðanar og finna bara hvaða atriði skipta máli og koma því á einhvern svona skilabú til almennings eins og þau eru með 5 á dag grænmeti og ávexti. Og bara hvernig getum við komið þessum skilabúðum áleiðis varandi líðan. Og það eru þarna, og hún var þarna meðal annars minn mentor, hún Felicia Huppert og þarna frá Cambridge og fleiri og Oxford, þetta er alveg svona svaka flottir rannsakendur sem að fara bara yfir hvað er það sem skipta máli og svo fá þau svona hópa eða svona think tank til að móta niðurstöðunar. Og það er fyrst er myndaðu tengsl og eru félagslegu tengslin sem skipta mestu máli fyrir hamingju og velsæld. Hreyfðu þig, við erum líka með mjög öflugar og líklega öflugustu rannsóknar varðandi tengsl einhvers þáttar við góða geðheilsu er hreyfing og það er bara eitthvað magnað, það gerist eitthvað þegar við hreyfum okkur að það bara fer á stað svipuferli og líka þegar eru tekin lyf og auðvitað er þetta miklu betra og svo er það að taka eftir sem að snýst svolítið kannski núvitundina að bæði það að taka eftir og því góða í kringum sig og njóta augnabliksins en líka halda í forvitnina og taka og svo heldur það áfram að halda áfram að læra, prófa eitthvað nýtt og vera sér kannski svolítið meiri í það sem við kallum grósku hugafarið að vera tilbúin að vera ekki svona festu hugafarið þar sem við stöðnum heldur að vera tilbúin að hugsa út fyrir bóksi, þóra að prófa nýja hluti og þá verðum við líka að þóra að gera mist þá verðum við að hafa það sé allt í lagi að við mistjóks eitthvað til þess að læra
og svo það kannski góðveldin þetta seinast að gefðu af þér, að gera eitthvað fallegt fyrir vin og okkunna mannesku, þú veist, sína þakklæti og þetta, þú veist, það eru þessar rannsóknir sína það að gera góðverk, það eykur hamingju þína og það meira þess að gera rannsóknir því, þú veist, að þú færð einhvern ákveðum pening og mátt annars vera kaupa þér eitthvað eða kaupa einhvern fyrir annan og fólk spurt fyrirfram hvort það haldi að auki meira hamingju og það halda fleiri að það auki meira hamingju að kaupa fyrir sjálfan sig en rannsóknirnar eða niðurstöðnar sína að það eykur meiri hamingju að kaupa eitthvað fyrir aðra. Þess vegna líka svona, þú veist, bara can money buy you happiness only if you spend it on others, þú veist, bara þannig að, þú veist, sem bara einmitt svo ég skrifaði litla bók þarna velkingin og veljan Georg 10, þú veist, að þá skrifaði svolítið rannsóknar á baka hvert og eitt og það einmitt sko komið að það sætla að gefa en þykja, það búið að sanna það. Það búið að sanna það, já. En það sannlegt. Þess vegna held ég líka að það eru margir spenntir fyrir jólunum. Þeir eru eiginlega spenntir að gefa öðrum og sjá aðra að opna pakkana frá sér en að fá pakkan. Og það eitthvað svo fallegt líka, maður sér það sko, þegar börnum manns líka ná því, ég verður svo spennt fyrir að vera búin að hugsa eitthvað og ég einmitt líka, og svo þarf maður líka bara, ég var einmitt að biðja börnum mínum að velja sko, ég vilja hvert og eitt að velja eitthvað góðgerðarstar sem að við gefum og þessu setja sig aðeins inn í það, þú veist, maður fara aðeins út fyrir sjálfan sig og og þau þurfa svona, þú veist, kynna sér eitthvað, hvað það sem að þau vilja gefa til að það sé svona jólagjöf fjölskyldunar til einhverja annara því að maður finnur einmitt að vera, þú veist, maður er stundum svolítið svona einhvern veginn hjálparlaus eða varnarlaus einhvern veginn gagvart fréttunum en að við getum gert eitthvað lítið og við getum valið eitthvað og það ekki verið einhver friðþæging en það getur, þú veist, bara, það er gott að láta gott að selja. Algjörlega. Já. Algjörlega. Og þú talaði líka einhvers staðar að Íslendingar hefði sjaldan verið óhamingjusamari. Er það? Já, það er eins og ég byrjaði að greina þessu gögn sem ég fekk á diskunum hjá honum Friðriki heitnum að þá voru við, reyndar það voru svona spyrlar sem spyrja og þá erum við reyndar líklega til að skora herra. Þá var sérst yfir 80% Íslendingar sem svöruðu svona efst á kvarðanum 1-10 og við vorum langhæst bara í heiminum þannig. En svo erum við sko komin, svo var það þegar fórum að spyrja oftar og svona, og er ekki með spyril, þá var það samt alveg svona vel yfir 60%, 65% sem að telja sér mjög hamingjusöm, en nú erum við bara komin undir 60%, komin niður í 54 og það er svona, við erum meira að fara meira niður hamingjansast núna eftir faraldurinn heldur en eftir hrunið. Hvernig er það með við aðra þjóðir? Það er eitthvað svipað í gangi hjá þeim, en við höfum svona farið meira niður á við og við erum samt meðal hamingjusömustu þjóða í heimi, en við þurfum svolítið að þetta er rosalega lítill munur á þessum efstu þjóðum og við hefum verið alltaf í topp 5 þegar það er borið saman svona milli landa. En til dæmis Finnar, þegar ég byrjaði sko að voru lægstir af Norðurlöndunum, en þeir eru búin að hægstir nú nokkur á röð, en það er líka, þeir hafa tekið þetta svolítið alvarlega, þeir tókuði alvarlega, þeir voru neðarlega og þeir fóru svolítið margir, þeir eru að kenna félags- og tilfinningafærni og þeir eru að styðja vel við unga fólki sitt og bara svona, það voru alls konar rauð flökk hjá þeim og það er engin tilvílnum að þeirra, þú veist bara það er mikið af svona opinberum, þeir eru mjög öflugir í geðrækt og bara öflugastofnanir og þetta er fókus oft hjá ríkisstjórnum hjá þeim, að það er ekki tilvílun þau eru inn að þessum velsældar hagkerfis ríkisstjórnum, en það er heldur ekki tilvílun að íslenska ríkisstjórnin er það og Katrín Jakobsdóttir hefur verið útnefnd að alþjóða heilbrigðismálastofnun sem svona well-being champion, velsældar svona sendherra eitthvað því að hún er að ná ótrúlegum árangri líka í að tala við erlenda leiðtoga og koma þessu málefni. Hún í tengslu við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þá hún fund með Antonio Guterres sem er aðalritari Sameinuðu þjóðanna og þá er hann að skora á hana að og er að ræða þessi velsældar hagkerfis og finna leiðir hvernig hann getur skora á þjóður að leggja meira áherslu á þetta, þannig að hún er hún er ótrúleg jákvæð áhrif. Hún er að hafa það, hún er ótrúlega mögnuð í því og hún líka eiga það að hún það gerðist mikið þegar aðalnámskráin kom með þessa nýju grunnstóði menntunar 2011, þá var menntamálaráðherra og það sem við höfum verið að vinna í þessari heilsueflingu og með skólum og svona, það var það oft svona viðkvæð að þú veist þessi heilsuefling væri ekki hlutverk skólans, en eftir að heilsa og velferð eða bara heilsa og veljan verður einu á grunnstóða mentunum 2011 þá breytist þetta mjög mikið og það verður kannski ekki farið mjög hátt
en ég held að þú veist, bara, þetta alveg mjög mikilvægur hluti af því að viðurkenna það og ég myndi setja þetta svolítið að á oddina heilsa og velferð og þá kannski þessi þá félags- og tilfinning hvernig það inni og þetta eitthvað sem að inn á grunnstóðu menntunar. Ég finn það sko sem íþróttakennari, þá finnst mér svo leiðilegt hvernig umræðan hefur verið eins og í grunnskólum hefur verið að tala að hætta skólasundi, ákveðnum aldurshópum, allt þetta. Mér finnst bara hreyfingin svo ótrúlega mikilvæg. Ég skil alveg fullt af börnum að æfa mikið, þá hægt að skoða það, að minnka hjá þeim. En það eru bara fullt af börnum sem hreyfa sig ekki neitt eða mjög lítið og þá þetta kannski eina hreyfingin sem þau fá í skólunum. Og mér finnst svo mikilvægt að halda þessu inni. Það mjög mikilvægt og svo þarf kannski bara að finna maður bara hvernig það gert og það margir skólar sem farin að taka upp svona míluna, að lappa eina mílu þegar ekki og það strax bara mikilvægt og að börn finni það að bara að setja þetta inn í bara einhverja rútínu að og hvað þetta auðvelt og ég meina bara að ganga hjálpar en það náttúrulega þessi miðlungsákjæfiða hreyfing sem líka góð fyrir börnin og fyrir okkur öll og það þarf að vera eitthvað henni líka en allt betur en ekkert og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það bara mjög mikilvægt og við höfum bara álegt að gegn því þegar það hefur eitthvað minkað einhverja hreyfi stundir í skólum sama hvaða stíði það að það bara mjög mikilvægt að halda því hreyfingun inni. Og mér finnst líka bara svo mikilvægt eins og gert í MH og í mörgum öðrum framhaldsskólum að hafa íþróttirnar, sem sagt þú þarft að fara í íþróttir en þú hefur val hvaða íþróttagrein þú velur. Mér finnst það svo mikilvægt því að þú kannski ert ekkert að elska boltagreinar og þá getur þú valið jóga eða badminton eða fjallgöngur eða hjóla í skólan. Að því að það svo mikilvægt finnst mér fyrir framtíðina að þau finni eitthvað sem þau hafa áhuga á að því þá líklega að þau haldi því áfram. Finna þess að reyna að finna einhvern veginn innri áhuga kutina, þú veist í þessu og þess vegna líka við séum að hreyfa okkur og það sé svona svolítið lagt upp með það að finna veljana sem kemur að því þegar það getur oft verið erfitt að byrja, þú veist bara þröskuldurinn oft erfiðastu bara eitthvað heima eða bara komið sér yfir hann bara í skólastofun eitthvað bara komið sér á stað en yfirleitt líður okkur vel þegar við byrjuð að hreyfa okkur og þurfum búin að hreyfa okkur. Algjörlega. Og líka eins og með næringu, þú veist, mér finnst að næringafræði ætti bara að vera skyldufag í öllum framhaldsskólum. Að, þú veist, maður sér á göngunum nemendur, þú veist, það sem þau eru að borða, þetta ekki alveg ákjósanlegasta, sko. Og það var svolítið áhverð, við byrjuðum með heilsuöflandi, þegar við vorum með heilsuöflandi skóla, byrjuðum með heilsuöflandi framhaldsskóla, því að það var kannski mesti, þú veist, á minnsta heilsuöflingin í gangi þá, þegar við byrjuðum með það, svona 2007-2008 eitthvað. Og þá mani við vorum svona rýnuhóp með ungmennunum og þau byrjuðu, þú veist, bara það þarf að laga, sko, frambúð á mat. Vön að koma úr mötunutunum í grunnskólum, svo er bara einhverju sjoppur og við vorum með tilrauna skóla í Flensborg og það var sérst sjoppa á skólanum og svo fóru þeir að bjóða upp á betri og hollari mat eitthvað inni og ég veit ekki hvort að það var tilviljun en allavega sjoppan fóru á hausinn lokum sko, en það var kannski ekki endilega markmið að setja sjoppur á hausinn en ég meina það skiptir máli, þú veist bara og það það sem heilsuefling snýst svo mikið að skapa aðstæður þar sem að hollavalið auðvelt. Akkurat. Og við erum ekki að banna kannski neitt en við erum ekki að íta óhollustu af þeim, heldur höfum hollustuna og það til lægja að óhollustan sé kannski hans lengri burtu, hún kosti meira lengri burtu og það hafa fyrir henni, þannig að þú veljar hana svona, þú veist, bara svona spari en að hollustan sé og við erum að heyra þetta ennþá í svona rýnuhópum frá skólanum að þau eru framhaldsskólanum og það eru sumi skólar með mötuneyt og það mikil ánægja en í þeim skólum þar sem ekki mötuneyti þá er það eitthvað sem að það bara snúður og kókumálki já, það er kannski bara eitthvað nálægt einhverju bakari eða einhverju sjoppu og þá bara, en þá er líka svo ótrúlega gott dæmi það hvað lífsvenjur okkar ekki bara val einstaklingsins að val okkar bara heilsu hegðunum okkar, hún byggir rosalega mikið á umhverfum sem að við búum í og náttúrulega sérstaklega tala börn í skólum og framhaldsskólum. Já, ég ekki bara hérðegðun, heldur bara hvað fyrir framann. Já. Og þú veist bara, það þýðir ekki að segja börnum að borða holt og svo engin hollusta í boði. Og það og þess vegna þurfum við líka að huga þessu með, þú veist bara það er svo mikilvægt að þessi hollar máltíðir í boðum í grunnskólum og náttúrulega og það
mikilvægt í framhaldsskólum og það er líka mikilvægt á vinnustöðum að við fáum okkur standið til boða. Það skiptir máli líka hvernig er raðað upp, þú veist, í mötunum er alls konar fræðum það hvernig við aukum hollustuna. Yeah. Við hefum náttúrulega ekki að vera með góðstykki á neitt aðgengilegt en þeir með að vera einhverstað lengri burtu, þeir eru að kosta og hafa fyrir því en það er eitt af því til þess að þú veist bara sem fyrir að vera heilsueflandi framhaldsskóli var einmitt að vera ekki með svona góðstykki sjálfsala og til þess að skora hæst í því sko að vera heilsueflandi að bjóða fyrir eitthvað upp á alls og það er svo mikið að hotlustu drykkjum sko núna og það er eitthvað sem hefur komið jákvætt að það hefur komið mikið af og svo vöru þróun með alls konar hotlustu drykki sem með skemmtilegu bragði og talandi það að vilja hafa sko hotlavalið auðveldra þá er það snýst það um aðgengi og fjármagni eða bara kostnaður aðgengi og það er eiginlega alveg merkilegt að á Íslandi þá er svo að góðstrykkir undanþegnir virðisaukaskatti hefðbundum, við erum með sama undanþágu og matvara þannig að við erum í rauninni að gera aðgengi að góðstrykkjum í Íslandi auðveldara og við vitum að góðstrykkir tengjast mjög mikið óheilbrigðum lifnaðarháttum og fötu og fleira þannig að við erum allir ráðamenn sem ég tala við eru bara sammála er þetta ekkert viti í þessu nei en það er bara að það var tekið af svona það með ekki vera neinn sko það með ekki vera neinn gjöld það má ekki setja neinn vörugjöld á og eitthvað svona þá bara kerfi segi bara eitthvað nei en auðvitað er hægt að leysa þetta og það þarf að leysa þetta við erum með samborið við löndin í kringum okkur þá erum við með mjög lágt verð á góðstrykkjum og við þurfum að það þarf að vera að minnst okkur 20% munur þú veist á þannig að þú velur frekar holla drykkin og þetta er einmitt eitt við þurfum að hafa þetta mjög nálægt þeim á hagstæðu verði þennan hollamat inn í skólunum og svo líka náttúrulega þegar ætti verslan líka að vera með þannig að holla valið sé nálægt sé ódýrara og þannig getum við gert það er þetta að gera með svona ívilnunum það er þetta að taka álagningar af hollustuvörum og setja hærri álagningu á það sem er óhollasta af því að það kostar meira þetta bara í bæði lífsgæðum og kostnaði í heilbrigðiskerfinu algjörlega og líka náttúrulega fræða þannig að fólk sé meðvitað val, að það hafi val. Stundum bara þekkir það ekki eins og munin, hvað er hollt og hvað er óhollt. Það er bara... Það er svona eitt, en fræðslan hún er nauðsynlega en ekki nægjanleg. Nei. Bara þó þú er aðgengi að þessu. Já, fyrst er það að vita hvað er hollt, en svo þarf það að hafa auðvelt aðgengi að því að það sé nálægt þér og ódýrt. Og þú hafi ráðið því, algjörlega. Sko, ég held að sem búin að svona fara yfir allt svona sem ég langaði að spyrja þig út í. En kannski bara ef við endum á að taka þetta saman, þú veist, hvernig bætum við lýðheilsu Íslendinga? Já. Hvernig bætum við lýðheilsu Íslendinga? Það held ég að sé, bara við ætlum að reyna að taka það saman í mistu, það er með því að hafa markmiðið að bæta lýðheilsu Íslendinga. Við þurfum að hafa það sem sko markmið að auka heilsu og líðan og vinna markvist að því. Og við gerum það ekki nema við vinnum á öllum stigum samfélagsins. Ríkisstjórnin þarf að gera sitt, svo sveitafélög þarf að gera sitt, vinnustaðir, skólarnir, fjölskyldur og svo einstaklingurinn. Þannig að fyrsta lagi þurfum við með þetta skilgreina, það er það sem skiptir okkur mestu máli, bara velsældin og þess vegna held ég þessi velsældarhagkerfis nálgun geti verið mjög hjálpleg. Að ef að lokamarkmið er velsæld fólks, að þá eru allar aðgerðir sem að eiga stuðla að því og þá förum við heldur ekki neina aðgerðir sem að vinna gegn því. Og þá getum við verið svona með eins og velsældar mat, alveg svo erum umhverfismat. Já. Hefur þetta slæma ákvörðum umhverfið. Já, þá þurfum við kannski að vera einhver mótvægisaðgerð. Ef við erum að fara einhverja aðgerð ríkisstjórnin eða alþingi sem hefur neikvæð áhrif á velsæld, eins og til dæmis þetta áfengi í verslanir, það mun hafa neikvæð, við vitum það, þá þurfum við að gera einhver mótvægisaðgerð til þess að draga úr þessum neikvæð áhrif. Og sólubansur sem er mengandi og bara ef við ætlum að fara í þetta hvernig ætlum við að vinna á móti því þannig þetta er það svona ríkisstjórn þarf að gera og sveitafélögin þannig líka að hugsa sama átt hvernig notum við þessa sko auðlindir sem við höfum og bara ríkið og sveitafélögin svo auðlindir og bara til þess að auka velsæld að við förum og tökum ákvarðanir sem auka hagsæld sem að leiða til aukinar velsældar en ekki bara að loka markmið okkar sé bara aukin hagsæld og við gerum hvað sem er, þú veist, bara til þess. Og svo náttúrulega bara þurfum við bara að kenna félags- og tilfinningafærni í skólu, auka samkennd og við þurfum að líka bara svo að finna og þora að takast á við
mótlætið að hafa þetta tilfinningahugrekki að við getum við sem einstaklingar og hjálpa hvort öðru í að takast á við það sem erfitt því að það er engin lokað því að lífi verði auðvelt. Það er alltaf einhver erfiðleikar og það er bara nauðsynlegt að hafa einhver verkfæri til þess að takast á við mótlæti. Og því að ef við gerum það líka og höfum það og fáum stuðning einhvern veginn ef aðgerðir stjórnvalda og vinnustaður nokkar og skólun nokkar allt einhvern veginn er með það markmið að auka velsæld að okkur auka lífsgæði að þá reynist það okkur auðveldara að velja þetta hollara val sem að stuðlar að auknum lífsgæði. Vikinu velsæld. Algjörlega. Takk fyrir að gefa þið tíma. Takk fyrir allt þetta og það er svo gaman að tala við fólk sem brennur fyrir því sem það, þú veist, er að boða af því að það skín svo sannarlega í gegn og ég bara vona að við sem að sá fræjum hjá enn fleirum og allir fara að líti í einn barum og það byrja þar. Það byrja þar. Bara taka ábyrgð og finna sáttina í sínu lífi og gera ekki ómiklar kröfur til sína annara, sína sjálfum sér mildi og öðrum og bara njóta augnabliksins. Það er líka bara ótrúlega gott og ég held að það sé rosalega gott núna er líka svona framöndan að vera bara meðvitaður það að það er mikilvægt að njóta augnabliksins heldur en að tapa sér einhverjum hefðum eða venjum sem að ef það leiði ekki til aukinar hamingju og velsældar. Akkurat, nákvæmlega. Æðislegt. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir mig. Ég hveti ykkur öll til þess að íta á follow, fylgja hlaðvarpinu, hvort sem það er á Spotify, Apple Podcast eða öðrum streymisveitum. Þá fáið þið tilkynningu þegar næsti þáttur fer í loftið og endilega, ef þið eru á Instagram, að fylgja Heilsuerla.